Að talsetja heila bíómynd feikna mikið mál og nákvæmnisvinna. Hjálmar Hjálmarsson leikstýrði íslensku talsetningunni og hinni vinsælu teiknimynd frá Disney, Skrímsla háskólanum, eða Monsters University. Já, þetta aðeins meiri vinna heldur en svona margir halda. Þannig eitt af mikilvægastu verkanum þýðingin, þegar bara byrjaði að þýða. Hvernig ætlar að færa þetta yfir á ástkæra Ylhýra. Herru, við förum bara hérna inn á 1544 og hérna bara hlustum einu sinni og tökum svo. Don't do that, please. Núna. Sko, Maggi, ég veit hvernig þið líður. Don't do that, please. Don't. Áfram bara. En hérna eru mjög nákvæm vinnubrögð og við erum að reyna að láta þetta passa alveg upp á ramma í myndinni, liggur við. Maggi, rólegur. Þetta má vera aðeins lengra. Já, aðeins lengi. Okay. Prófa bara að fara aftur í innskóla. Maggi, róaðu þig. Já, Maggi, róaðu þig. Flott. Það rosa mikið reynsla sem fylgir því að hafa bara röddina til að túlka hvað að gerast. Þó að fólk getur reyndar hort á teiknimyndina, en þá samt sem áður, þá höfum við engin áhrif á hvað að gerast í teiknimyndinu, hún bara eins og hún Já, eru þið þá að horfa bæði á skjáinn og handritið og fylgjast með leið hvort að þetta passar? Já, hvort maður mikið opinn munn, lítið opinn munn og svona til að reyna að þetta passa. Ég hef einhvern veginn þann heiður að leika John Goodman í teiknimyndum. Þegar hann gerir teiknimynd, þá ger ég hann á íslensku. Sölli í Monsters svona eitt af mínum uppáhaldshlutverkum. Þetta talsveit ábyrgðar hlutverk, finnst mér svona, sem leikar að setja sig í að kannski að reyna að ala upp einhverja góða máltilfinningu hjá börnunum. Og það eiginlega bannað að segja OK í teiknimyndum í dubbi á Íslandi í dag og hægir jafnvel svona bara pínlítið krítískt og mörguleiti vandaðara mál heldur en að við tölum sjálf sem talað í teiknimyndunum. En Júli til dæmis, hann vildi aldrei hafa OK, maður átti alltaf að segja allt í lagi. Akkurat. Það passar kannski ekki alveg við varahjónarnar. Já, það var oft allt í, jú, en það var allt í lagi. Herðu, förum að inn á blaðsíðu 84, efst bara, hlusta eins og. Hey, you guys going to the party? Oh, I think you've got the wrong guy. Ok, hún bara hress. Já, hún mjög hress. Talk to me when we start the skjótum á það. real scaring. Hey, þið ekki að fara í gleðskapinn? Oh, I think you've got... Það ekkert skrítið þegar hún segir gleðskapinn? Viltu segja eitthvað annað eða? Maður sér það á vörunum á henni. Party! Party! Getur ekki bara leikið handritið það? Jú. Nei, já, ég skil hvað það var. Skoðum þetta Já. Hey, þið ekki að fara í gleðskapinn? Oh, I think you've got the wrong... Já, ég skil hvað það minna. Sko, ég efast að við fáum það í gegn, sko. Þú veist að þeir búið að prúfa þetta allt saman og samþykkja þetta úti og Disney verður þeir bara vera brjálæðir. Frá Disney fylgja gríðarlega mikið af upplýsingum bæði karakterina, söguna, stemninguna í myndinni og líka sem sagt málfarið. Og þeir eru mjög svona eftirtektarsamir með þetta og fylgjast mjög vel með hvaða orðið verið að nota og þýðandinn þarf að senda út sem sagt fyrstu þýðingu, sem sagt fyrstu útgáfuna og hún þarf að vera samþykkt og svo aftur þegar næsta útgáfa kemur og þetta getur oft verið heilmikið mál. Segja partí í staðinn? Já, athuga hvernig það kemur út. Talk to me when we start the real scaring. Og núna. Hey, þið ekki að fara í partíið? Oh, I think... Það er alltaf steinlega alveg, sko. Við reynum að fá þessu breytt. Já. Þó að sé vesen. Höldum áfram. Já. En við njótum svolítið sérstuðeldi hérna á Íslandu. Ég held að hafi byrjað alveg svona aftur í árdaga þegar að Þorsteinn Thorarinsson fór að þýða sko teiknimyndasögur, sem sagt Tinna og Ástrík og þessar bækur sem við þekkjum svo vel, að hann svona íslenskaði þetta, eins og Ástríkur heitir Asterix út í Danmörku og á Norðurlöndunum en á íslensku fær hann eitthvað svona sér íslenskt nafn og þessi hefur svona smitast yfir í þessar Disneymyndir af því að maður sér það erlendis að þá heita þeir jafnvel ensku nöfnunum og Mike Wachowski skilur, það er bara hæ, ég heiti Mike Wachowski. En hér heitir hann Maggi Víglund. Maggi Víglund, svo það er einhvern veginn miklu vinalegri og það færir þetta einhvern veginn nær krökkunum og þeim sem horfa, líka fullorðna fólkinu. Já, ég er úr skelvætt. Ég er skelverinn sem náði engu prófi, sem var sparkað námi, sem var... Já, skelverinn sem náði engu prófi, sem var sparkað námi, það er svona meiri svona áherslur í því. Ég er skelverinn sem náði engu prófi, sem var sparkað námi. Já, það er steinlegið. Herðu, þarft þú ekki að Jú, ég þarf að hlaupa. fara til Bandaríkjanna eða eitthvað? Leika í bíómyndi eitthvað? Ekki það.